Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Síðustu helgi opnaði sýning í, heitir það ekki Mjólkurbúðin? Jú. Já. Auga fyrir auga og hér eru listakonurnar komnar, Jonna og Karolína. Velkomnar og til hamingju með sýninguna. Takk. Vil ég aðeins segja mér hvað þessi sýning er? Hún er það að sjá ekki með báðum augum. Já, sem að þið eru báðar að glíma við. Já, við erum báðar blindir á öðru auga og við erum báðar listakonur og við ákveðum að hafa sýningu saman af því okkur fannst svo merkilegt að þetta byrjaði eiginlega því að þetta var svo fyndið, sko. Að við værum blindir á sitt hvoru auganu. Já. Og sýningin er sem sagt, við erum að vinna út frá augum og sjón og okkar upplifun á að vera að sjá bara með öðru auganu. Já. Gerðist það á einhverju, þegar ekki alltaf verið svona, þetta gerðist? Já. Þannig að þið þekki munin? Já. Já, ég var reyndar rosa ung, bara 11-12 ára, þannig að ég man ekkert rosa mikið. Nei. En ég man eftir að hafa getað gripið bolta almennilega, sko. Já. Nú er það erfiðara. Já, því að fyrir þrívítin, þegar maður sér bara maður. Og propsi sem þið eru með, þið eru að nota þetta á sýningunni? Já, þetta er hluti af sýningunni. Bjóðum gestum að setja sig í sporin ykkar? Já. Núna til dæmis sé ég bara með öðru. Já, hvernig myndi það finnast að til dæmis að fara út og bakka bíl? Ég veit ekki hvort ég myndi þora. Jú, maður myndi kannski geta æft sig en maður þarf að gera ráð fyrir kannski einhverju skekkju eða hvað? Já, maður gerir ráð fyrir skekkju og maður þarf að hreyfa höfuðið mikið. Já, til að sjá. Já. En í hvað eru þið að vinna? Eru þið að mála eða eru þið með skúlptúra eða? Sko, ýmislegt. Ég er að mála og svo ég líka að endurvinna skartgripi. Já. Ég er með, sem sagt, ég gerði fuglinn Fönix úr skartgripum sem að konur eru hættar að nota. Ég bara auglýsti eftir, ég átti helling sjálf og svo fyrir á nytjamarkaði og ég var alveg með gríðalegt magn af skarti sem er ekki í notkun. Og það voru slitnaðar hálsfestar, stakir eyrnalokkar, konur voru að senda mér eitthvað sem var hættar að nota. Það voru fyrstu eyrnalokkarnir, það voru gjöf frá vinkonu í Indlandi, það var hálsmenn frá gömlu kærustum. Já, hálsmennið frá fyrirverandi kærasta sem hún vildi ekki eiga og alls konar svona. Og ég er búin að búa til fuglinn Fönix, líma þetta allt saman. Þessa skartgripi og þetta er örugglega bara 30-40 kíló af fugl. Af skartgripum bara? Af skartgripum, Er það stórt kveikindi? Já. Hann er alveg rúmur metra hæð. Já. Þetta verður fólk bara að fara og sjá á sýningunni því hún er opin helgina núna, morgun og hinn. En svo er hún bara búin hérna á Akureyri. Já, og þetta er gríðarlega verðmætur fugl því að það er bæði gull og silfur í honum. Það er líka alveg bara tölur og gamla lyklakippur og alls konar. Er hann í einhverju læstu rými þá eða? Nei, alls ekki. Ég treysti fólki. Já. En hvað vinnur þú með? Ég var að mála í skálar, viðarskálar, sem ég byrjaði að prófa þetta því að mér finnst að ég hef ekki þrívíddarskyn og þá er rosa erfitt að mála í eitthvað sem ég sé ekki flötinn almennilega. Þannig það var bara svona áskorun pínu til að byrja með, sko. Svo var þetta bara geðveikt gaman. Og fannst þessar viðarskálar hvar sem eða bjóstu þau til? Heyrðu, nei, vinur minn gaf mér fyrstu skálarnar og að því að honum fannst það rosa sniðugt efni, fann þetta í rúmfattalarnum. Og vissi ekkert hvað hann átti að gera við þetta og ekki ég heldur. Þessi hugmynd kom upp, sko. Þetta var alveg... Þannig að þetta er svona listaverk í skálum? Já. Svo er vefnaður líka og gerði svona litlar innsetningar í fötur. Þetta er alveg, Ok, það er bara sjónir sögur ríkar, en fólk þarf bara að drífa sig í mjólkurbúðina. Já, og það er líka svo skemmt að geta pröfað gleraugun. Já, þú ert með fleiri, þið erum með fleiri. Þú ert nú að pröfa, já. Hvað eru þið með hér? Þetta er rörsýn. Þetta er rörsýn. Rosa smekklegt. Bara mjög lítið sem ég sé. Já. Og þá þarf ég aldeilis að snúa mig úr hálslunum til að sjá. Og eru margir að díla við þetta, haldið þið? Ég bara er ekki með það. Það er ekki með nýjustu tölur? Nei, þetta er það eru alls konar sjónskerðingar og fólk svo sem berða ekkert alltaf utan á sér hvernig það sér. En þessi hér, er þessi bara alveg... Þarna sér þið bara út jaðrana og sér það svolítið óskýrt. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Hérna er ég bara með eitthvað sjónsvið hér í kring. Já.
Já, ég fer ekki að bakka bíl með þessu. Nei, það er nokkuð ljóst. Þetta er áhugavert. En viljið þið segja mér eitthvað meira ykkar svona sjónskerðingu, hvernig þetta atvikaðist? Já, fyrir rúmlega ári þá fékk ég krabbmein í augað eða sortuæxli. Já. Og það var uppgötvaðist það seint og var þannig staðsett að þurfti að fjarlægja augað. Já. Og ég fekk bara þetta fína gerviauga og bara fólk hægt að taka eftir þessu og ég gleymi svo oft sjálf. Ég sé engan mun. Nei, ég meina, ég á það til að bara, ætla að klippa hérna aðeins hárað á mér, það er að vaxa það niður fyrir eyra og ég klippi hérna, svo ætla ég að klippa hérna menn. Þá er ég bara búin að gleyma, ég er blind á augunum. Þannig að það er hægra augað. Já. En þú? En ég er sérst blind á vinstra og þetta var gigtarsjúkdómur sem ég fekk þegar ég var krakki og bara smá svona kom móða fyrir augað og svo bara hætti ég að beita því. Já. Og þetta svona gigtarsjúkdómur og hann lagðist bara svona á annað auga? Já, ég var með liðagigt í hnjánum bara frá því ég var smábarn. Ekkert veit maður. Nei, nákvæmlega, svo hangir þetta einhvern veginn saman, ég veit ekki alveg hvernig sko. Og svo það er alveg rosalega mikið af fólki sem hefur bara sjón á öðru auga. Já, og það er merkilega margir sem hafa komið og bara ég sé mitt bara með öðru. Eða ég beiti bara öðru. Og fólk sem er mikla sjónskekkjur, það er oft að díla við svipaða hluti, sko. Og hafa margir komið á sýningun ykkar einmitt. Já. Og látið ykkur vita að sinni svona. Já, það berst náttúrulega alltaf í tal. Bara allir sem koma. Já. Heyrðu. Og svo þó að sýningin ljúki hérna núna helgina á Akureyri, þá er aldeilis ekki hættar. Nei. Það gerist í haust. Við ætlum að 17. ágúst, þá ætlum við að fara á flakk. Þá ætlum við að fara til Reykjavíkur með sýninguna. Við ætlum að sýna í Galleri Vest, sem er hérna, sem Þórey er með. Það er í Vesturbænum þá? Já, lítið galleri. Það er hérna á Hagamel, eða ekki? Já, þetta er rétt hjá Melabúðinni. Og það verður þær í 2 vikur. Já, verður þær í 2 vikur og þetta er þetta leyti á Blindrafélagið afmæli og við ætlum að fara bara á eigin vegum og gefa fólki í Reykjavík kost á að sjá þessa sýningu. Já, frábært. Alveg æðislegt. Við bara hvetjum fólk til að drífa sig í Mjólkurbúðunum helgina og kíkja á ykkur. Verðið þið á staðnum bara? Já. Og það er ýmislegt að gerast í Gilinu helgina. Segðu okkur. Það er Gildagur og það eru viðburðir út allt. Það eru að opna á listasafninu ný sýning á laugardaginn. Lettneski listamenn, 19 listamenn held ég að segja. Já. Wow. Og svo við í listhópnum Rösk, við erum að opna Forstofugallerí á laugardaginn. Það er í hvaða forstofu er það þá? Í forstofu á Rösk rými, á vinnustofurýmin okkar. Sem við hliðin á Mjólkurbúðinni. Já, sem við hliðin á Mjólkurbúðinni. Og svo er upp á Gil. Já, Gil vinnustofur, þær eru með opið hús. Já. Og það er Kristín Gunnlaugs er opni Kaktus á föstudagskvöld að vera opið helgina. Allt vitlaust að gera í listasenunni. Það er opið í Flóru og alltaf opið hjá Almari. Í sjoppunni og erum við að gleyma einhverju? Það var bara að mæta í Gilið og komast að því. En takk kærlega fyrir að koma og segja frá þessu, Jonna og Karolína. Takk fyrir. Gangi ykkur vel. Takk.